Félagar, mikill heiður að fá að setja þetta þing, samgönguþing, og ég vil þakka Markaðsstofu Norðurlands til þess að safna saman fólki til þess að koma og fjalla þessi mjög svo mikilvægu mál. Ég held að það sé óhætt að segja að það sé í rauninni ekkert annað í augnablikinu sem að getur gert að verkum að mannlíf, atvinnulíf og gróska verði meiri heldur hún hefur verið, að hagvöxtur aukist á þessu svæði ef okkur tekst að fá fleiri ferðamenn inn á svæðið. Árinu 2014 komu 997.000 ferðamenn til landsins. Árinu 2015 1.289 og þetta aukning upp á 29,2%. Þrátt fyrir þetta fara 97% erlendra ferðamanna í gegnum Keflavíkurflugvöll. Og það það sem við verðum að breyta. Ég held að sé mikilvægt og það ekki bara við sem að höfum okkar tilveru hér norður á landi. Samtök fyrirtækja í ferðaþjónustu kalla eftir þessu. Náttúruverndarsamtök alls staðar að á landinu segja að það skipti öllu máli að dreifa ferðamönnum vegna þess að ágangur á náttúru landsins, á okkar fallegustu ferðamannastaði á Suðurlandi slíkur að það verður að ná þessari dreifingu. Og það ánægjulegt að forsætisráðuneytið hefur hrint af stað verkefni ásamt fleiri aðilum að tryggja það að millilandaflug verði niðurgreitt með einum eða öðrum hætti, og við höfum heyrt af áhuga frá EasyJet og Germanwings, og við skulum vona að það geti orðið að veruleika núna á allra næstu vikum eða mánuðum. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli og það gott að heyra af áhuga þessara aðila. Það fleiri atriði sem ég held að við þurfum að horfa til og verða rædd hér í dag, og það almenningssamgöngur. Ferðamenn sem að koma til landsins, þeir fara í rauninni í eina átt, þeir fara allir á Suðurlandið, langflestir. Og nú heyrum við tölur eins og að í Vík í Mýrdal, þessi fréttir frá Reynisfjöru, en þangað koma 600.000 ferðamenn á ári. Og við höfum rætt inn í samgöngunefnd hvort það sé ekki hægt að beina þeim í innanlandsflugið. Hvort almenningssamgöngur geti ekki verið þannig að þegar ferðamenn koma þá fái þeir einfaldlega leiðbeiningar að hvernig þeir að koma sér á Reykjavíkurflugvöll og fljúga svo norður eða austur. Þessu ábótavant og þetta verður við að laga. Fyrir nokkrum árum síðan var ákveðið að setja 1 milljarð í almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Rauninni segja að þetta hafi sprottið upp af umræðu Vaðlaheiðargöng og Norðfjarðargöng og Reykvíkingar sögðu að bíðum við þurfum kannski eitthvað líka, og þessi samningur var gerður. Svo þegar sveitarfélögin settust niður með vegagerðinni, þá sáu þau að það þyrfti kannski að setja fjármuni líka í svæðin í kringum Reykjavík. Jú, almenningssamgöngukerfið næði aðeins út fyrir, og þannig að af þessum milljarði voru 90 milljónir settar í Vesturland, Suðurland og Reykjanes. Og þar hafa þessar almenningssamgöngur heldur betur gengið vel, standa jafnvel undir sér og íbúarnir afar ánægðir. En það fleiri sem búa á þessu landi, og þessar 10 milljónir af þessum 1 milljarði voru settar í Vestfirði, Norðurland og Austurland. Ekki meira. Og Eyþing fór af stað að byggja upp almenningssamgöngukerfi sem ég held að hafi virkað ágætlega í raun. En það mörg ljón í veginum, og Eyþing samband sveitarfélaga á Norðausturlandi, hefur ekki bolmagn til þess að standa undir tapi á rekstrinum. Í rauninni má segja að þetta svokallaða þriðja stjórnsýslustig sé þannig að það eigi ekki að vera að skuldbinda sveitarfélögin. Síðan hefur verið keyrt ofan í einkaleyfið, víða eins og Austurlandi, þar hefur verið málarekstur, og nú í gangi skaðabótamál sem getur þýtt það 0,5 milljarður lendir á Austurlandi. En hvað segir þetta okkur? Jú, í fyrsta lagi segir þetta okkur að almenningssamgöngukerfið komið til að vera. Í annan stað þurfum við aðeins að líta á skiptingu fjármuna. Ég held að skipti gríðarlega miklu máli að við aukum, og það stendur til að við aukum
hlut okkar sem að búum utan á landi. En í þriðja og kannski það sem að skiptir allra mestu er að við skilgreinum innanlandsflugið sem almenningssamgöngur. Innanlandsflugið eru okkar almenningssamgöngur. Við þurfum að komast til Reykjavíkur og þegar tímarnir breytast og það er samþjöppun og hagræðing í menntakerfinu, heilbrigðisþjónustu, félagsþjónustu og einhvern veginn virðist þetta nú dragast svolítið á höfuðborgarsvæðið, þá þurfum við að fara að hugsa þetta upp á nýtt. Sjúkraflug hefur á síðasta ári aukist 50% frá Höfn í Hornafirði. Það er gríðarleg aukning. Og ég held að við hljótum núna, líka kannski í ljósi hás flugmiðaverðs, það er algjörlega galið að það sé jafnvel ódýrara að fljúga til útlanda heldur en að fljúga hér á milli landshluta, þá hljótum við að fara að gera kröfu það að innanlandsflugið sé hluti af okkar almenningssamgöngukerfi og að við aukum niður greiðslu á flugfarmiðum. Ríkið nú í dag að setja 400 milljónir í innanlandsflug til Hafnar í Hornafirði og Gjögur, Þórshöfn og Vopnafjörð. Það gerir það að verkum að flugmiðarnir verða aðeins ódýrari. Við sjáum að stéttarfélögin að greiða niður flug frá Aðaldalsflugvelli sem gerir það að verkum að flugmiðin aðra leið kostar 7.000 til 8.000 krónur. Og þá erum við að tala raunhæf verð. Þegar við samþykktum samgönguáætlun út úr samgöngunefnd á síðasta ári, að þá ákváðum við að auka í þennan pott, bæta við 300 milljónum og sögðum, nú eigum við að fara að skoða að styrkja innanlandsflugið á milli Akureyrar og Reykjavíkur og Akureyrar og Egilsstaða líka og Vestmannaeyja og Ísafjarðar. Og ég held að þetta sé framtíð. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra en ég vil bara segja eitt að lokum. Reykjavíkurflugvöllur skiptir Akureyri og landsbyggðina gríðarlega miklu máli og það skiptir máli þegar við hugsum það hvernig við dreifum ferðamönnum. Aðstaða á Reykjavíkurflugvelli fyrir neðan allar hellur. Hún rauninni til háborinnar skammar. Það má segja að hvergi annars staðar á landinu séum jafn slæm. Og þetta okkur til trafala. Og það ástæðan fyrir því að það ekki byggt upp. Jú, flugvöllurinn fer. Hann fer, Norður-Suðurbrautin fer árið 2022 og Reykjavíkurflugvöllur allur á að fara árið 2024 og það rétt handa við hornið. Mér finnst að vera sanngirnisatriði, mér finnst að vera réttlætismál, mér finnst að vera lýðræðismál að það séu fulltrúar allra þjóðarinnar sem ákveði framtíð Reykjavíkurflugvallar. Þetta flugvöllur sem efst í grunnneti flugvalla landsins, þetta flugvöllur sem þjónar öllu landinu. Reykjavík höfuðborgin okkar og við þurfum á hana að halda. Vonandi nær frumvarpið okkar sem við höfum lagt fram að taka þessa alþjóðlegu flugvelli, Reykjavík, Akureyri og Egilsstaði fram á ganga núna á vorþingi, ef ekki þá höldum við áfram að berjast fyrir því. En að lokum vil ég bara segja kærar þakkir að fá að koma og fylgjast með og fá að opna þetta mjög svo mikilvæga með væga þing og á ég þá ekki bara segja ég set þingið formlega. Takk fyrir mig.